En talandi gæði, sko, Íslendingar byrjuðu nú að frysta fisk út á sjó og selja hann inn á Fish and Chips staðinn í Bretlandi og þeim leist nú ekkert á hann fyrst. Nei. Hann var svo feskur. Þeir voru vanir hálsmánagunlegur háetni sem kom þarna inn þegar menn voru að sigla og svo leis. Ég man eftir í þegar ég var í Bretlandi 1986-7 kornungur, þá hérna fór ég á Fish and Chips og mér fannst þetta úldin fisk. Kristrún Frostadóttir, hvernig finnst þú að koma út svona sem leiðtogi síðustu dagana? Sko, auðvitað höfum við verið að tala um að sko, sjálfsmörk ríkisstjórnar og það er, maður finnst það sjálfsmark eftir sjálfsmark og það sem er auðvitað þegar virkilega þurfti að vera að búa til trúverðu og trausta umgjörðum efnaðarstjórn í landinu að þá er einhvern veginn tekið þetta útspil að hlaupa út í þessa Evrópusambandsumræðu og leið er verið að ganga frá furðulegum málum hér innanlands til þess að þjónka flokki fólksins og umræðunar inn á þingi eru nú bara dálítið undarleg ráðherra trillist að því við spurtum afstöðuna til mála hvers konar umræð ég segi bara þær eru farnar á taugum sjáðu nú til dæmis Kristrúnu Frostadóttur hún er farin að reiðast núna oftar ef hún er spurð eitthvað hún segir við blaðamann Morgunblaðsins, heyrðu, þú skalt hérna spyrja svona, þetta fréttin sem þú átt að vera að skrifa og eitthvað svona 0% hagvöxtur á mann hjá síðustu ríkisstjórn, það er rátt algjörlega og hún er náttúrulega of ung, það er mín skoðun hún er of ung og hefur ekkert í þar að gera Ingu og Þorgerði Katrínu ég ætla ekki ég ætla að fá nefnilega aðeins að koma við hana áfram vegna þess að hún hefur engar stjórnunar reynslu hún sko stjórnendur sem byrja 35-40 ára þú er nú sérfræðingur í stjórnun ég hef skrifað mikið stjórnun alla mína tíð verið með námskeið og þeim meðal annars verið með námskeið í því hvernig þetta er og ég tel að Kristrún Frostadóttir það sé að koma í ljós að hún hafði enga stjórnunarreynslu hún var hagfræðingur kviku og ég segi það bara beint út mér finnst að vera að koma í ljós núna að henni raunverulegi forsætisráðherra á Íslandi er Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ég vil nú meina það að Karvin hafi ekki tækkaði verðið því að við erum að flytja hann svo mikið út óvinnins, við erum ráefnis útflytjandi á hann. Svo er það nú eitt vandamál. Og þetta fer í vinslur, niðurgreidda vinslur til dæmis í Evrópusambandinu eða til Kína og þar er þetta sprautað eða blandað öðrum tegundum og hérna í sumum tilfellum og ég hef bara konkrétt dæmi það ég lét einu sinni fyrir nokkrum árum gera DNA-greiningu á svona karfaflökum í þýskum súpermörkuðum kyrfilega merkt Íslandi en þau hafðu verið framleidd í Kína og það var ekki nóg með þetta væri allt sprautað og hluta því stóð nú á umboðunum heldur við að þetta blandað öðrum karfategundum eins og kanadíska stofninum og fleira sem kom út úr þessu og er ekki gæðavara.